Komið sæl á þessa lögformlegu kynningu á deiliskipulagstillögu varðar Strandgötu 9 í miðbæ Hafnarfjarðar. Þormóður Sveinsson heiti ég, skipulagsfulltrúi og ætla að kynna hérna þessa tillögu að breyttu deiliskipulagi. Ég ætla svona kannski í upphafi að rekja eilítið þau gögn svona sem liggja til grundvallar. Áður en við förum að svona rýna tillöguna sem slíka. Almennt náttúrulega aðalskipulag Hafnarfjarðar í gildi, það að segja aðalskipulag Hafnarfjarðar frá 2013 til 2025. Þar sem landnotkun þessa svæðis miðbær og með tilhlýðilegri starfsemi sem þar á að fara fram og í meginatriðum má segja að aðalskipulagið kveður á verslun og þjónustustarfsemi í götuhæðum eða jarðhæðum húsa á miðbæjarsvæðinu og hvetur til þess en hvetur jafnframt til mögulegrar íbúðabyggðar á efri hæðum húsa. Þetta síðan var unnið deiliskipulag fyrir miðbæ Hafnarfjarðar sem í gildi sem frá 2001 og nær það yfir alla miðbæ Hafnarfjarðar og kveður á byggingarheimildir og möguleika á þróun byggðar á einstaka lóðum. Síðan rétt að geta þess að skipulagslög gera ráð fyrir því að einstaka lóðarhafar geta óskað eftir breytingum á gildandi deiliskipulagi og hafa nokkrar af þeim tillögum verið afgreiddar af skipulags- og byggingarráði Hafnarfjarðar og ef menn hafa í sjálfu sér áhuga á því að kynna sér slíkt að þá slík gögn aðgengileg á heimasíðu Hafnarfjarðar í gegnum kortavefsjána en jafnframt má nálgast slík gögn varðandi breytingar og annað og grunngögnin á heimasíðu Skipulagsstofnunar á svokölluðu skipulagsvefsjá. Þetta var svona kannski þessi almenni inngangur að þessu en þessu til viðbótar má segja að lóðin Strandgata 9, hún hefur fengið tvenns konar meðferðir í gegnum skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar. Það að segja 2005 var sótt deiliskipulagsbreytingu sem var breyting frá deiliskipulaginu 2001 og samkvæmt því var reyndar byggingamagn minnkað og nýtingarhlutfall lóðar jafnframt og fór það þá frá 2,2 niður í 1,8 og samkvæmt tillögunni frá 2001 var heimilt að byggja nýbyggingamagn sem samsvaraði rúmlega 690 fermetrum en tillagan frá 2005 sem í gildi, hún fór með byggingamagnið niður í 601 fermetr. Það var síðan til umfjöllunar en hlaut ekki endanlega afgreiðslu, var auglýst og engar athugasemdir bárust 2019 við deiliskipulagstillögu sem í raun og veru gerði ráð fyrir aukningu á byggingamagni á lóðinni og það byggingamagn fór upp í 670 fermetra ef ég man rétt og nýtingarhlutfallið var áfram 1,8. Nú liggur fyrir tillaga og tillagan sem við erum að fara að skoða, hún snýst í raun og veru að auka byggingamagn upp í 667 fermetra. Það að segja að byggingamagnið eykst 66 fermetra frá þeirri tillögu sem í gildi. Það jafnframt gert ráð fyrir því að það verði vissar breytingar á hæðum húsa. Það að segja hæðstu punktum og fleiri þáttum lúta að notkun húsnæðisins. Í tillögunni frá 2005 gert ráð fyrir íbúðabyggð á efri hæðunum. Í þeirri tillögu sem nú liggur fyrir gert ráð fyrir íbúðum líka en þeim fjölgað að tölu til. Það að segja fermetrarnir nokkuð svipaðir en tillagan frá 2005 gerði ráð fyrir 3 íbúðum, núna gert ráð fyrir að íbúðina getur orðið alltaf 9 litlar íbúður sem kallað og eiga svona markmiði skilsmanni á umsókninni að þær falli inn í þennan nýja lánaflokk sem Mannvirkjastofnun og félagsmálaráðuneytið hafa staðið að. Ef við flettum þá bara yfir í næstu mynd hérna að þá í raun og veru þetta hinn formlegi deiliskipulagsuppdráttur
Og lengst til vinstri á uppdrættunum þá sjáið þið gildandi deiliskipulag frá 2005 þar sem gert ráð fyrir því að súfistinn, þar að segja viðbyggingin við súfistan, komi þarna vestan og norðan við núverandi hús. Og þetta í raun og veru byggingamagnið sem ég gat áðan. Og núna tillagan sem liggur fyrir, hún gerir ráð fyrir því að byggt verði áfram á svefnum stað. Umfang viðbyggingarinnar eilítið meira í grunnmynd eins og sést á teikningunni, en nýtingarhlutfallið eykst úr 1,8 í 1,9 og þá byggingamagnið í raun og veru fyrst og fremst í kjallara vegna þess fyrirhugaðrar starfsemi í húsinu. Þar sem menn gera ráð fyrir einhvers konar veitinga- og þjónustustarfsemi í henni og henni fylgir í raun og veru ýmiss konar tæknirými og til þess að leysa það þá hafa menn gert ráð fyrir kjallara og auknu kjallararými. Reyndar eilítil aukning í byggingamagni líka efstu hæð hússins vegna þess að menn hafa farið í það frá tillögunni 2005 að gera svona reisulegra þak, þar að segja mænisþak, en vegghæðirnar eilítið hærri þó. Í tillögunni frá 2005 var gert ráð fyrir 7,5 metra vegghæð en núna fer vegghæðin upp í 7,8 metra. En mænirinn sjálfur, hann fer upp í 13 metra. Hægra megin á myndinni síðan lauslega svona skýringamyndir hugmyndir hvernig húsið og hvaða form húsið gæti tekið og í raun og veru menn að nýta sér þær heimildir, þar að segja byggja utan súfistan, umfaðma súfistan því að tillagan bæði frá 2001 og 2005 og sú sem ekki hlaut endanlega afgreiðslu 2019 gerðu ráð fyrir því. Ef við höldum síðan áfram, eða kannski rétt að geta þess að varðandi aðkomuna að tillagan núna gerir ráð fyrir því að norðan megin í húsinu verði aðkoman að íbúðunum líkt og var í tillögunni frá 2005 en engu að síður gert ráð fyrir lyftu, mögulegri lyftu þar fyrir íbúðir og náttúrulega þá starfsemi sem í húsinu varðandi kjallarann. Ef við höldum síðan áfram á næstu mynd, að þá hér skýringamyndir svona sem sýna eilítið nákvæmar hvernig þetta hugsað og svona til samanburðar má segja að tillagan sem var auglýst 2019 en hlaut ekki endanlega afgreiðslu, hún hérna efri hlutin af þessu. Neðri hlutin skýringamyndir sem í raun og veru skýringar á þeirri tillögu sem liggur fyrir og á því sést í raun og veru að fyrsta hæðin stækkar langmest, þar að segja að það gert ráð fyrir að veitingahúsaþátturinn, veitingahúsahlutin í Strandgötu 9 verði umfangsmestur en upp úr þessu rís síðan íbúðarhúsahlutin sem hér og jafnframt gert ráð fyrir þeirri aukningu á veitingu og þjónustu hérna að það verði ekki á efri hæðinni í súfistanum eins og nú heldur það færist allt niður á þessa hæð og möguleiki verði á því að innrétta íbúð þar í rishæðinni. Jafnframt tillagan, gerur hún ráð fyrir því náttúrulega að íbúðirnar fái allar svalir og flóttaleiðir og með þessum hugmyndum að kvistum og öðru slíku uppbroti verið að brjóta niður mælikvarðann til þess að falla betur að hlutföllum þeirra húsa sem fyrir eru. Inn á þessar teikningar hafa jafnframt verið færðar þannig að menn átti sig betur á því, hæð og umfang Strandgötu 11 og jafnframt punktalínur hér sem sýna þær byggingarheimildir sem í gildandi deiliskipulagi og varða lóð við Austurgötu, óbyggðu lóðina þar. Ef við síðan höldum áfram og rýnum þetta, að þá náttúrulega fylgi svona erindi náttúrulega það að menn þurfa að gera sér grein fyrir því hvaða áhrif hefur þetta byggingamagn á skugga og birtu í aðliggjandi lóðum og með tillögunni sem verður síðan hægt að nálgast á heimasíðu Hafnarfjarðar að þar sumarsólstæður, þar að segja
varðandi þrjár þessar tillögur, það að segja að tillagan frá 2001 sem neðst hérna, að þar sýnir nú skuggavarp og þar líka tekið inn allar byggingarheimildir sem eru til staðar í deiliskipulaginu frá hérna 2001. Svo í miði þarna gildandi skilmálar og það sem í gildi í dag frá 2005, þar reyndar ekki sýndar byggingarheimildarnar sem eru til staðar við Linnetstíg. Fyrsta myndin sem við munum sjá í raun og veru skuggavarp af þeirri tillögu sem núna til umfjöllunar. Og ef við tökum þá bara og skoðum næstu mynd, að þá sjáum við hér að efri hlutin hérna sýnir skuggavarp annars vegar þeirra húsa sem fyrir eru á aðliggjandi lóðum og skuggavarp þá nýbyggingarinnar sem þá hér á þessu svæði og þetta við sumarsólstöður, það að segja 21. júní og þetta sýnir skuggan þrisvar sinnum á þann sólarhring, það að segja klukkan 8 morguninn, klukkan 1 og klukkan 5. Klukkan 1 nánast í hásuðri og af því sjáum við náttúrulega hvernig í raun og veru skugginn hreyfir sig frá vinstri til hægri á myndinni og það náttúrulega hæðir húsa hafa náttúrulega áhrif á þetta og síðan aftur á móti sýndur sami byggingarmassi en þetta jafndægur af vori og hausti og það sami tími, það að segja klukkan 8 á morgnana, klukkan 1 og klukkan 5. Og þá sjá menn í raun og veru að skugginn hann dreifist og sólin nú ekki hátt á himni á þessum tíma og hérna þar af leiðandi verður náttúrulega skugginn umfangsmeiri. En þetta náttúrulega staða okkar á jarðkringlunni gerir þetta verkum. Nú ef við höldum svo áfram á næstu mynd, að þá í raun og veru deiliskipulagstillagan frá 2005, svo sem í gildi varðandi uppbygging á súfistanum og þar geta menn gert sér þá grein fyrir með því að menn hafa miklar vangaveltur hvernig skuggavarpið af þessari viðbyggingu, að þá sést það nokkuð skýrt hér á þessum þremur myndum hvernig það sumarsólstöður og jafnframt í raun og veru hvernig skugginn þá á jafndægur og menn geta þá í raun og veru gert samanburð á tillögunni og í raun og veru því sem í gildi Nú ef við höldum svo áfram yfir á þriðju tillöguna, það að segja að þetta leyfilegt byggingamagn á lóðinni frá 2001, það að segja ég að rekja hér í raun og veru byggingaheimildir 20 ára aftur í tíman, að þá sjá menn í raun og veru að skuggavarpið varðandi viðbygginguna á þessu að var talsvert þá þegar, en inn í þessa hér mynd verið að sýna líka aðrar byggingarheimildir sem í gildandi skipulagi frá 2001, það að segja uppbyggingu á lóð við Austurgötu og meðfram Linnetstíg. Og það sama má segja það að svona Jónsmessuna þá náttúrulega skugginn hvað minnstur eins og gengur og gerist á Íslandi, en jafndægur sýnir okkur líka að skugga og lengd skugga náttúrulega talsverð. Það má kannski svona eftir fróðleiks segja frá því að þennan eina dag á ári sumarsólstöður þá sólin hvað hæst á himni á Íslandi. Það að segja hún fer 45 gráðu hæð upp á himinin, rúmlega það. Hærra fer hún aldrei, þannig að skuggar alltaf langir á Íslandi. Nú ef við höldum svo áfram, að þá þetta svona lausleg kynning og hugmynd á hvernig starfsemi fyrirhuguð í húsinu. Það að segja að menn að leitast eftir að koma þarna fyrir svona blandaðri veitingastarfsemi. Þetta hefur nú fengið orðið mathöll og verið mikið notað og menn þarna að hvetja til hérna bæði að menn geti komið þarna út á borðað og valið á milli þá veitingastaða og jafnframt verið þarna boðið upp á sækja þjónustu og fleiri þeimdur. Nú, þetta í sjálfu sér og passar inn í þann hvata sem að finna bæði í gildandi aðalskipulagi og jafnframt í skýrslu sem unnin var varðandi miðbæjarstarfsemi. Þannig að það má segja að þetta falli vel að því.
Það stefnt að því að þessi staðir verði ekki með opið lengur en til klukkan 11 til þess að gæta alls velsæmis því að íbúðir eru þarna allt í kring og verða á efri hæðum í húsinu. Nú, þess utan rétt að kannski skoða pínlítið svona hvernig munurinn á þessu sem menn að sækjast eftir núna, það að segja að vera með íbúðir af smærri gerðinni og ef við förum þá í síðustu myndina sem í þessari kynningu, að þá hafa menn verið með hugmyndir það að reyna að nálgast það sem mikið til umræðu núna í samfélaginu að það að segja skaffa eða útvega mikið af litlum íbúðum og við vitum það að ríkisstjórnin hefur farið á stað með það sem menn kalla hlutdeildarlán og það kallar á það að íbúðir þurfa að vera og byggingarkostnaður þeirra þarf að vera innan ákveðna marka en jafnframt þá gert ráð fyrir því að íbúðirnar séu smærri en menn leita þá fanga í raun og veru að vera með mjög góðar og snjallar lausnir á þessum íbúðum þannig að þær geti hentað einstaklingum og pörum sem fyrstu íbúð. Og það markmiðið þarna að þessar íbúðir verði á annar og þriðju hæð og svona það sem menn að vinna út frá núna að það í raun og veru stærðir í kringum 30 fermetrar. Nú, eins og ég gat áðan að þá verður lyfta í húsinu og það verður gert ráð fyrir því að húsið verði aðgengilegt fyrir hjólastóls- og hreyfihamlaða þannig að öllum þessum ákvæðum nú gildandi reglugerða verður uppfyllt. Nú, ég veit ekki hvort að þetta síðasta myndin í þessu og ef ég get svarað einhverju spurningu þá bara alveg sjálfsagt að verða við því. Já, takk. Ég heiti Arnfríður og ég búin að renna aðeins yfir tillögunar og takk fyrir kynninguna. Mér finnst bara mjög jákvætt að Hafnfirst fyrirtæki sé að reyna að efla sinn rekstur og fá fleiri rekstraraðila í Hafnfirst atvinnulíf, mjög jákvætt. En ef ég skipti til nýrri tillögunar rétt að þá í rauninni fallið frá veitingastaðurinn minnkaður. Samkvæmt gamlu tillögunni átti þetta að vera bara 2 hæðir með flötu þaki og að hluta til þá ris á húsinu. Og þar átti að vera matsölustaður eða mathöll á þessum 2 hæðum og fá inn 4 til 5 rekstraraðila. En núna í rauninni sé það súffistin að stækka sinn veitingastað af því að á annarri hæðinni eiga bara að vera íbúðir. Og nú komin 3. hæðin líka, þannig að mér finnst líka svolítið lítið gert úr hvað verið að auka byggingamagnið á reitnum. Ég kannast nú ekki við þessar tillögum veitingahús á 2 hæðum sem þú nefnir. Í kynningunni frá 2005 sem var lagt fram á fundi, ég man nú ekki á hvaða dagsins. Tillagan sem fór fyrir ráðið til afgreiðslu var veitingarekstur á 1. hæð og eins og ég gat áðan þá var það í raun og veru stækkunin á umfangi hússins eins og ég benti á, það 1. hæðin, reyndar norðan til, aftan til í húsinu gert ráð fyrir aðkomin að íbúðum líka þannig að hluti þar fer undir andir og svo framvegis. Ég nefndi það líka sem nauðsynlegt út af veitingarekstrinum að menn þurfa að vera með ákveðin lagerrými og slíkt fylgi bara slíkri starfsemi og þar að leiðandi kjallarinn. Aukningin í fermetrum þar fyrst og fremst í kjallaranum á 1. hæðinni en byggingamagnið á efri hæðunum í raun og veru undir íbúðir og mjög sambærilegt og tillagan frá 2005. Já. Aftur á móti varðandi hækkunina, svo við komum inn á það, að þá var það í umræðunni að eldri tillaga frá 2001, 2005 og reyndar fóru menn aðeins yfir í mænistak í vangaveltum 2019 en núna í raun og veru það lagt inn sem tillaga að fá heimild og þess vegna gat ég það að vegghæð hússins hún fer eilítið hærra en tillagan frá 2005. Það að segja þakbrúnar hæðin, ef við notum það orðið yfir það. Hún í kringum 7,8 ef ég man rétt, en mænirinn til þess að fá í raun og veru meira mænistak og áberandi mænistak, þá fer mænirinn á
bakbyggingunni sem við sáum á skýringarmyndunum, hann fer upp í 13. Sú hæð miðast við í raun og veru sem algengt þakefni á Íslandi sem bárujárnið og fer fram á í raun og veru ákveðin þakkalla og óneitanlega fæst náttúrulega nýting þá í risi líka sem verður hluti af þessu. Ég held ég hafi verið að skoða tillögu sem eins og hálfsársgömur, mögulega, sem hefur þá ekki verið samþykkt. Nei. Frá því í september 2019. Já, en það sem mig langar að spyrja í rauninni bara við svona ferli. Það sem að lóðarhafar að nýta sér sinn lagalega rétt til að fara fram á breytingar. Já. Hvaða verklag og bara svona viðmið styðst skipulags- og byggingaráð við þegar að ákvörðun tekin það hvort að deiliskipulag sé samþykkt eða ekki. Og í rauninni, hvað gerir þessa tillögu ákjósanlega fyrir Hafnarfjörð, miðbæinn okkar og ásýnd hans? Og svo væri kannski svona forvænlegt að bara fá aðeins kynningu á hvernig Ráðhústorgið eða þetta svæði, bókasafnið og það hugsað, hvort það sé búið að útfæra nánari deiliskipulag fyrir það eða útlit eða hvernig það á allt saman að vera. Þannig að þetta svona Þetta eru 3 spurningar. Já. Á ég að reyna að svara þeim? Já, takk. Sko, eins og ég gat með áðan og í upphafi, þá alveg skýrt í aðalskipulagi Hafnarfjarðar að það að hvetja til í raun og veru uppbyggingu og aukins og fjölbreytts mannlífi í miðbænum. Og þessi starfsemi sem þarna ræðir, hún náttúrulega liður í því og passar inn í þá hugmyndafræði. Jafnframt í aðalskipulaginu kveðið á að á efri hæðum skal gera ráð fyrir og veita mögulega heimildir fyrir íbúðum. Fyrir var tillaga frá 2005 þar sem gerði ráð fyrir 3 frekar stórum íbúðum og svo framvegis, en fermetra fjöldin, ég hef nú ekki alveg til tölurnar svona í kollinum, en þessi aukning sem ég að nefna, hún fer að einhverju leyti í það líka. Nú, síðan hefur Hafnarfjarðarbær látið vinna skýrslu varðandi miðbæinn, þar sem menn í raun og veru voru að ræða akkúrat og fjalla þessi mál, að hvaða leiðir eru færar til þess að hvetja til fjölbreyttari starfsemi og hvetja í raun og veru til uppbyggingar í miðbænum. Nú, það má alveg til sanns vegar færa að til þess að þjónusta og verslun þrífist í miðbæ þurfi líka að vera íbúar. Þannig að út frá því sjónarmiði náttúrulega fjölgun íbúða og þá hugsanlega fleiri einstaklingar það hvati fyrir alla þjónustustarfsemi, hvort sem það í þessu húsi eða öðrum húsum. Nú, þetta í raun og veru svona megin sjónarmiðin en varðandi þann þátt sem þú nefndir, hvað það sem og hvað veldur að svona tillaga tekin til umfjöllunar. Það rétt eins og þú komst inn á, það í raun og veru lagaleg heimild hvers einstakling sem lóðarhafi að óska eftir í raun og veru deiliskipulagsbreytingu. Og það reyndar í reglugerðinni kveðið á í raun og veru lóðarhafi eða reitarhafi, það getur verið til stærra svæði sem þetta. En oftast það nú bara þannig að lóðarhafar leggja þá fram hugmyndir og tillögu þar sem þeir kynna þessi byggingaráform og svo framvegis. Nú, ef menn telja að þetta samræmist í raun og veru þessum sjónarmiðum sem ég gat áðan, að þá það pólitísk ákvörðun að taka jákvætt eða neikvætt í þetta. Nú, núverandi skipulags- og byggingaráð, þessar hugmyndir voru kynntar, þeir tóku vel í þetta og meðal annars út frá þessum sjónarmiðum sem ég hef verið að lýsa og þar að leiðandi tillagan komin á það stig, það að segja að hún hefur fengið umfjöllun og menn hafa fjallað þakkalla og fleiri þeimdur og þar að leiðandi teldu menn að þessi tillaga hún væri þess virði að kynna hana og sjá hvaða viðbrögð og hvernig menn tækju í hana. Voru þetta allar 3 spurningarnar? Íbúið að koma með einhver athugasemdir eða skoðun á útlitinu. Eitthvað tekið til þess? Já, ég meina það verður náttúrulega að þess vegna erum við náttúrulega með þennan fund, það að segja að
Við erum búin að auglýsa hana en við framlengdum auglýsingafrestinn því að það náðist ekki að raun og veru að halda kynningafundinn innan tímafrestsins, þess vegna erum við með framlenginguna. Nú, fólk hefur þá tíma til þess að koma með athugasemdir og sjónarmið og það fer náttúrulega allt eftir eðli og hvernig spurningarnar eru að þeim ber að svara og okkur ber að taka saman rökstuðning með og á móti. Nú það þekkist alveg að það hafa komið fram sjónarmið sem hafa leitt til breytinga á tillögum og það má kannski segja að það gildi þetta betur sjá augu en auga. Það er að segja að það er eðlilegt að taka öll sjónarmið til skoðunar. Það er bara lýðræðið sem kallar á það. Það sem mér finnst stinga í stúf er að við eitt af elstu steinsteyptu húsunum í Hafnarfirði eigi að rísa bárujárnsblokk upp á 3 hæðir. Já. Mér finnst það mjög athyglisverð nálgun. Og Já, ekki vissum að mínum að allan að það færi bæinn okkar. Nú verðum við aðeins, nú kemur inn á svæði sem er það að lögum eldri byggð og minjavernd var breytt 2012 ef ég man rétt og frá þeim tíma voru hús byggð fyrir tiltekinn tíma átómatist vernduð og svo framvegis og breytingar á þeim voru háðar samþykki minjastofnunar. Ég gat það í upphafi að þetta deiliskipulag er frá 2001, hlaut þá lögformlegt ferli, í því eru ákveðnar heimildir. 2005 endurtók sig það ferli og í raun og veru fór alla leið í gegnum kerfið eins og sagt er. Nú, þar erum við komin inn á pínlítið svona lögfræðilega túlkun, hvernig stendur annars vegar löggjöfin frá 2012 gagnvart í raun og veru þeim heimildir sem er að finna frá 2001 og 2005. Og ég get ekki svara spurningun öðru sem svona á þessu stigi. En það þarf að taka afstöðu til þess. En ég vek athygli á því að í samþykktum deiliskipulagi þá er sveitarfélagi í raun og veru búið að veita ákveðnar heimildir og almenna reglan lög er þau að þau eru ekki afturvirk. Bara eitt frá mér á lokum. Börnum mín biðja mjög oft sælgæti, en það má alveg segja nei við þau, sko. Þannig að það má alveg segja nei við breytingatillögum á deiliskipulagi. Skipulags- og byggingaráð hefur það vald. Ég veit nú ekki hvort við höfum að bera þetta saman við sælgæti en það verður bara komið ljós. Fleiri spurningar? Mér finnst mjög áhugavert að sjá þarna áhugamanna að byggja og bæta bæinn okkar. Og ekki síst það að fá aukna veitingastaði. Það mun auka mannlífið í bænum og bara styrkja þá veitingastaði sem fyrir eru nú þegar í bænum. Hvað er gert ráð fyrir miklu rými þarna í þessa mathöll eða veitingar? Ef ég man rétt þá var gert ráð fyrir 85 gestum. Já. Og 3-4 veitingastaði, eða þar að segja 3-4 svona 3-4 afgreiðslur. Þannig að þetta er svona grunnurinn sem þeir eru að vinna út frá núna. Takk fyrir. Er einhverjar spurningar sem koma í gegnum netið eða? Já, ég þarf að kíkja þess á. Nei, en það er þá kannski rétt bara að árétta það, ef það er engar spurningar, að við framlengdum þennan frest til 18. mars til athugasemda og náttúrulega það er hægt að senda okkur athugasemdir í tölvupósti eða með gamla góða laginu, formlegu bréfi. Nú, ef menn hafa einhvern áhuga á því að senda inn athugasemdir þá er líka hægt að hafa samband bara beint við mig eða Gunnþóru sem er með mér og ganga frá ef það er einhverjir athugasemdir sem við vilja koma á framfæri eða spurningar sem við höfum ekki svarað á fullnægjandi hátt.
Ég mætti kannski líka benda á að það má senda inn á skipulag@hafnarfjörður.is. Það er svona mjög formleg leið þannig að það er ágætt að senda þar á skipulag@hafnarfjörður.is. Skipulag hjá hafnarfjörður.is. Maður veit ekki hvað þessar grímur Já. deyfa málið. Ég er grímulaus á þessum tímum. En ef það er ekki neinar spurningar meira þá vil ég bara þakka fyrir komuna og ég vona að þetta hafi verið upplýsandi á einhvern hátt. Hvort það er alveg fullnægjandi, það er svo annað mál, en þá má bara senda spurningar til okkar. Já, það er sjálfsagt að hafa samband líka beint í tölvupósti ef það vakna Já. einhverjar spurningar fyrir tímafrestin sem við getum þá svarað ef að þeir hafið í huga að leggja inn athugasemdir og koma þeim á framfæri. Spurning bílastæðamál. Ef við tökum bílastæðamálin þarna fyrir þá gildir náttúrulega þessi almenna regla sem er í gildandi deiliskipulagi miðbæjarins. Það er að segja að almenna reglan þar er sú að vísað er til almennra stæða á næstu lóðum ef ekki eru til staðar bílastæði innan lóðar. Nú deiliskipulag frá 2001 gerir ekki ráð fyrir bílastæðum inn á lóð, ekki frá 2005 heldur. Þannig að við myndum í raun og veru vinna athugun á bílastæðakröfum út frá annars vegar þeim heimildum sem er að finna í aðalskipulagi Hafnarfjarðar og í raun og veru taka mið af líka bílastæðareglum Hafnarfjarðarbæjar sem eru samþykktar af bæjarstjórn. Almennt má segja svona til þess að menn átti sig á grunnreglun í því er að það er kveðið á að ef íbúðir eru undir 80 fermetrum að þá skal ganga út frá einu bílastæði. Ef það eru stærri en 80 þá þarf að reikna með 2, en síðan er heimild fyrir því að vera með aðra forsendur ef deiliskipulag kveður á það og slíkt er ekki að ræða í þessari tillögu. Þannig að við myndum vinna í raun og veru bílastæða athugun út frá þessu. En slíkt liggur fyrir áður en endanlega teikningar eru samþykktar í byggingarnefnd eða byggingarfulltrúa, bara svo það sé á hreinu. Þetta er svona mjög nálægt í útliti sem að verður, sem er í... Ég get ekki fullyrt byggingarmagnið, hæð og umfang. Það er skilgreint í deiliskipulagi, þess verður hafa það í huga að arkitektin er svona fann að vinna áfram í íbúðunum en íbúðuna gætu tekið einhverjum breytingum en ef þær halda áfram á þessari braut þá þeir á að líka vera innan þess ramma sem skilmálarnir segja honum, það er að segja umfang og hæð. Hvort að kvistir eða eitthvað verði nákvæmlega staðsett svona, það get ég ekki fullyrt um. Þá þakka ég bara fyrir. Takk.